Já, verið velkominir áhorfendur góðir og verið velkomin í Káa TV. Hér erum við að hefja leik í úrvalsdeild kvenna í blaki. Fyrsti leikur á nýju ári og við fáum vonandi spennandi leik hjá Káa og Álftanes. Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér er Arnar Már Sigurðsson. Velkomin Arnar. Já, góða kvöldið. Virkilega gaman að hafa þig með mér hérna. Blakveislan að fara af stað á ný. Loksins. heldur betur. Og stelpunni er náttúrulega eins og við vitum í svakalegri baráttu á toppnum við afturheldingu. Já, nú má ekkert mistiða sig. Nei, afturhelding vann einmitt mikilvægan 3-1 sigur á HK fyrir í kvöld, þannig að við þurfum 3 stig í kvöld til þess að jafna þær á ný. Það var á ný. Við skulum kannski kíkja á lið Álftanes. Álftanes sem er mjög spennandi lið og er í hörku baráttu að fara í úrslitakeppnina, þannig að þær munu gefa allt í dag á nokkuð svafa. Sjáum hérna númer 2 Dýrleif Hanna Sigmundsdóttir, númer 3 Ragnheiður Tryggvadóttir, númer 6 María Eugenia Sageras, númer 9 Michelle Treni, númer 10 Martina Daria Krzyzewska, 11 Valera Drumea, 15 Heiðrún Ómarsdóttir, 19 Barbara Novak og 20 Auður Líf Benediktsdóttir. Þjálfari svo sjálfsögðu Egill Þorri og kíkjum svo á lið Káa. Það stýttist í að hefjum leik og höfum við bara að drífa þetta af Já. Taka skildistöðurinn. Já. Kíkjum þá á Káa-liðið. Númer 1 Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir. Komið með 18 stig í þessum 5 leikir hún hefur spilað í vetur. Númer 2 er Nera Mateljan. Hún er búin að vera heldur betur drjúg, komið 50 stig í sínum 6 leikjum. Thea Andrits frábær á kantinum kom inn í lið Káa fyrir hennar vetur, kom með 141 stig í 9 leikjum. Kíkjum svo á hana mögnuðu Pálu til Olma Gómez, stigahæst í deildinni í fyrra og er komið með 138. Hún og Thea svolítið fara fyrir stigaskorinn á okkur. Númer 6 er fyrirliðin Gíja Guðnadóttir, mögnuð á miðjunni að vanda. Númer 7 er uppspilarinn Jóna Margrét Arnarsdóttir. Þú er að magna að fylgjast með henni undanverðin ár og alltaf er hún að stíga upp og standa undir öllu sem ánalegt. Þá áttur að vera 19 ára gömul ef maður rétt. Eða 18. Já, eða 18. Númer 8 er svo Ida Katrín Kristinsdóttir. 10 Lovísa Rut Aðsteinsdóttir. Númer 11 Amelía Ír Sigurðardóttir. Númer 13 Valdís Kapitúla Þórðardóttir. Líbyrjón okkar. Númer 14 Heiðbrá Björgvinsdóttir. Númer, já, þá var það upptalið. Þjálfari okkar er svo sjálfsögðu Miguel Mateo Castrillo. Allt klárt. Leikurinn akkurat að byrja, þannig að þetta var fullkomin tímasetning. Sýnist svona eina breytingu á Álftanesliðinu síðan síðasta leika. Slatti hana hvergi sjáanlega hérna. Já. Það munir nú svolítið það að hafa ekki Slattsjönu mikill blakheili. Já, það er mikið reynsla. En já, það er Káa-lið sem byrjar þetta og það er að sjálfsögðu Jóna Margrét. Líkurnar á ás í fyrsta bolta. Engin. Jú. Já, 100% ás sko, það er alltaf ás frá henni. Þetta er náttúrulega... Ég held að fara aldrei yfir. Þetta er náttúrulega magnað. Rosalegar uppgjafir hjá henni og sérstaklega erfitt við þessa eiga. Skoppa hattanettinu. Og fyrsta stíði komið. Það þarf aðeins að bíða þegar það er komið på töfluna líka en mun líklega ekki stoppa hana. Bolti, fín móttaka hins vegar og kom boltan yfir. Thea af hávörðinu út. Þetta er flott byrjun. Munar náttúrulega svo svakalega það að hafa þessar uppgæði frá Jónu að bæði alltaf erfitt að taka mótið þeim og svo alltaf fá vilt góðan séns í sóttinni beint í kjölfarið. Já. Erfitt að ná sókn þegar móttakarinn er aftur á vellinum. Þetta er svo virkilega vel gert. Góð blokk hérna hjá Lovísu. Og aftur er Thea að þruma þessu.
Þetta er búið þægilegt. Já. Ágústar er að laga tölfræðan í KTV. Nei, aðja. Já, þetta var ágætt byrjun. Já. Fín móttaka, boltinu upp á Teu og... Já. Þetta er einfalt. Hún má eiga það að hún hefur rosalega lítið fyrir þessu. Svona afslappa. Nei. Já. Jæja, þetta er flott. Fínt svona einfalt spil bara. Þegar þá komið sjálf í uppgjöfina langu bolti og fulllangur, já. Mista hann aðeins fram fyrir sig hérna. Staðan þá 4-2. Dýrlegu uppgjöf. Ó, það er úti. Svo er það með jafnlöngu bolta hérna. Kemur Gía inn á. Kemur fram línuna. Fýtt bolt frá Lovísu en flott móttaka og hörku bolti hérna kantinum. Tea Vestessu og frábær lauma. Heiðbrá. Þetta var skemmtilegt. Það var bara eitthvað millimetri svona rétt slefaður háruna. Þetta var nett. Og Heiðbrá kom með sitt fyrsta stig. Já, flott uppgjöf. Jóna gerir þetta vel, það er eins og til vandræðum og þessi bolti endar í gólfinu. Misskilningur þegar lífuránur ekki nóg. Já. Það er ansið mikilvægt að hafa einn hann í öðru búningin á. Það er. Háa mitt mætir Valdís aftur inn á. Já, fín redding. Já, aðeins úti. Stig Heiðbrá Pabbi. Já, við erum í smá vandræði með myndina, hún einhverju hyggst að sjá okkur. Ná vonandi að laga það. Heyrðu, við fengum stíði núna. Tvísla á Álftanes. Já. Pála uppgjöf. Já, nú segir við reynum að laga þetta hyggst sem er í gangi hjá okkur. Sér úti. Það þýðir ekkert að hafa tæknilega orðuleika. Nei. Sérstæðlega líka núna þegar engir áhorfendur eru leyfðir, þannig að það verður að fylgjast með KTV. En staðan orðin 9-4 fyrir KA hérna, 3 stig í röð. Pála setur hann í netið. Já. Já, það eru, hvað? Það fagnar nokkar uppgjafir núna í byrjunleiks. Já. Fín uppgjöf, flott móttaka. Fín Hávörð, tekur kraftinu úr þessu bolta á, snúða þessu sér í vil og þetta er virkilega vel gerð. Já, María Eugenia. Fína redding. Já. Hvað heldur þessu? Settir Lárbolti hann til.
Ég full að trúa Ágústi að redda tæknimálunum. Mjög einbeittur hérna, hleypur allt. Ég get lýst því allavega. Flott móttaka hana til. Nú tækifæri til Káa. Nei. Og þá alltaf búið að jafna. Þetta var allt annað. Og líka eins gott að við komum með myndin í lag, fyrst að á þessum sama tíma var Álftanes að koma með 5 stig í rauninni. Já, nú skulum við fara að einbeita okkur að þessu. Já. Þannig að Jóna upp á Heiðbrá laumar aftur. Og þær eru komnar yfir hérna. Brasa á þessu, það fór hérna aðeins með það. Og fín sókn hann í Káa sem að mér fannst greinilega að vera slegið í hávörðina en fengum ekki stíð. Og þetta hefur verið slegið stelpana út á laginu. Já. Og gaman að því að línuvörðurinn, hann kvartar oft yfir því sjálfur þegar hann að spila og ekki touch-dæmt og hérna, já. Ég veit að það er svolítið gaman aðeins í blankinu að leikmenn séu svo bara settir á línuna í næstu leikjum. Já, þeir verða þá mun að það næst er að spila, að það er ekki alltaf að sjá allt. Einmitt, það er bara aðeins að upplifa að vera hinum megin og fá kannski smá athugasemdir og smá skot. En já, 6 stig í röð hjá Álftanes og staðan var 10-9. En það er ekki bara Káa-10 sem búið að rífa sig í gang núna loksins tæknilega séð, það er líka bara Álftanes er búið að svara vel fyrir sig. Skulum sjá hvaða áhrif þetta leiklíti hefur, Káa-liði. Stelpni haglan fundið fyrir því að það var eitthvað ekki lægi með útlendinguna. Tegja þetta eins. Það ristir djúpt. Aðja, sko. Allt klárt. Og staðan var 10-10. En já, eins og segi, Káa-liði með 8 sigra í 9 leikjum í vetur fyrir þennan leik. Og stelpunar staðránar í að reyna að sækja öll stigin 3 í kvöld. Eins og við sögðum áðan að afturhelding þær gerðu sitt í kvöld, unnu 3-1 sigur á HK. Liðin mjög með jafnmörg stig fyrir kvöldið. Ég segi, það er svolítið örgjum að fara. Já, Heiðrún situr hennan í netið og staðan því áfram jöfn 11-11 núna. Gía komin í uppgjöf. Já, og við erum án líberó. Spurning hvort að komi upp sama stað og áðan. Flott, uppgjöf. Já, Jóna situr hann upp á T og þessi dettur meðfram áhörninni niður. Þarna var flott vörð sem Gíf líka. Já, heldur betur. Hún sýnir það að hún getur alveg leist þessa stöðu líka. Hún er búin að spila alveg ótrúlega vel á þessu tíðanbili. Þetta sé bara eitt af hennar bestu tíðanbilum í vetur. Já. Búin að vera alltaf fastamar í landsliðinu undanfarin ár, þrátt fyrir ungan aldur. Já, það er vel slegið þarna hjá hann. Já, María kom með 3 stig, stigaðist hjá Álftanesi. Netdæmt á Álftanes. Þarna slapp Káa með skrekkin. Já. Ég held að hann væri að flauta á Jónu en... Nei, í staðinn fær hún bara uppgjöfarréttinn. Það búið að fara heilan hring núna. Jæja, það fá smá tempo í þennan leik. Þú var að spyrja aftur hvort það verið ás eða? Nei, það virkaði síðast. Nei, flott móttaka. Reit blokkin út frá Pálu. Rétt út. Og
móttaka þetta hefur á erfiði bolti. Fín blokk. Þarna náði hann sér. Já, dálokað. Pála vekk þessa blokkur einlega. Já. Ok. Tega viðgjöf. Já, vel getur til að ná þessum bolta. Sensinn hjá gestunum. Þessi bolti hins vegar. Það var inni! Já, þessi var inni. Þetta var svona skeitin inni, það er fótbolti, handbolti. Tega var alveg með hann, bara ákvað að sleppa honum. Ég held að hann var sko bæði of langur til hliðar sko. Datt inni. Já, Auður Líf, þetta gerðum frábælega. Og við erum áfram í jöfnuleik, búið að jafna öllum tölur núna í, síðan 9-9. Flott að ekki hana. Þetta er sjálfsig frá henni. Já, það er eitthvað. Já, eitthvað hefði hann látið leikmenn K.A. Splæsis heyra að verið gett þetta aðeingu. Já. Núna er mitt þjálfar þetta frábæra lið. Ásamt K.A. Freyjum. Já, hana. Flott vörn. Fín hávörn. Ábaldur! Aðeins og margar snertingar. Ég ætla að ánægja að stelpurnar gáðast ekki upp, hvað reyndu. Nei. En 3 stig í rauð í Álftanesi núna og þær eru komnar í fína stöðu þetta fyrir lokaða sprettinn. Nú vantar aðeins að vilja. Eins og hvað, ætla orðin rúmu mánuði frá því að liðin spiluðu síðast, það kannski smá upp á spilaðinguna. Já, það er alveg líklega hjá Matteo. En Michelle Treyni kom með 3 stig lúrði þarna og aftur líklega hjá Matteo. Já, þetta er svolítið gjöf þegar boltinn fer gefinn svona yfir. Já. Maður sá að Matteo var orðinn farin að bíða til að taka líklið, hann var hættur að öskurinn á. Það er ekki honum líkt að öskra ekki hann. Pínu vonleysi svipur á það. Já, virkilega skemmtilegu karakter, bæði sem þjálfari og leikmaður. Jæja, þær kom ágætlega undan síðasta leiklið, nú er spurning hvort það rífa sig í gang. Já. Svo líka finnst maður líka oft með þetta magna K.A.-lið okkar að stelpunarregnarnir, það er svo ótrúlega öfluga þegar mest á reynir og það er að koma sá kappið núna. Já, nú fer þetta skipta máli. Núna Þessi var tæpur en úti var hann maður. Hann er svona var við það að slefi línuna hann. Ég held að það veri velgert ef Valdís að reyna að láta hann fara út því að ég held að hann ekki verið í stöðunum að taka. Þetta var mikilvægt. Minkaði aftur í 2 stig. Lovísa í uppgjöfinni. Flott uppgjöf. Smá vandræði móttökuna en konu yfir. Nú þurfa að nýta okkur þetta. Jóna tilbaka á Pálu. Frábær bolti. Flott. Einu blokk kannski, en nánast ekki. Já. Enda líka, eins og segja, þessi bolti frá Jónu var gjörsamlega frábær. Það reyttu kannski allir með að þessi bolti var að fara á kantinn. Já, eða miðjuna held ég. Já, eða það, já. Og Pála nýtti sér það, það var ekki hávörð á mótinu. Nei, heyrðu. Já. Þá var hann bara hissa hérna. Já, veit ekki hvort að Gíja sé svona góð hjörtu, eins og hann ekki kunna við að bomba þessu niður. Þetta var öruggara. Já. Fínar uppgjörur lóðið sig þarna og aftalandstíku leikli. Já. 3 stiga sveifla frá K.A. núna, bara hérna í 17-17. Voru ekkert að hika við að jafna þetta aftur. Nei, það er ekkert að bíða með það. En þetta er svo sem staðir hrunni, það er ágætt að fara að vera yfir. Já. Þetta fer skemmtilega stað þessi leikur. Búið að jafna á langflössum tölum og búið að bara svona, já. Maður finnur að leikmenn að finna tæknir betra og betra. Þetta er svona greinilega svona
fyrsti leikur eftir langt stopp. Já. Það er svona aðeins taktleysi. Vantar aðeins að smyrja. Já, það kemur. Bolti hérna háorðin í... Já, Gíja tíndunum. Kanski skiljanlega, hann var hálf stoppaði í Pálu þessu bolti hérna. En Auður Líf kom með 2 stig núna. Hann er að slá fínt þarna á kantinum. Valdís, já. Kemur Pála, við slegið hjá hann. Auður hinnum einn, Valdís eins og vel staðsett. Já, fín bolti. Já, það var talandi en það var bara að hlusta kannski. Kemur Pála. Já, vel gert hjá henni. Vel gert hjá Pála að fara ekki í netið þarna. Og fengur þennan. Halda áfram, kom honum yfir. Það er málið. Gamla góða tryggsöku, fyrst sem að heyra á blakaðingu. Átt að heyna gera mistöki. Tvöld skiptingi á Káa. Já, Amelia og Nera kom inn á. Átján hérna stefnir í svakalegan endasprettin í fyrstur hinnu. Amelia ísköld inn á en fín boltur á henni. Kemur Heiðbrá fastu bolti. Já, slegið. Hann hann leiði fram á blokkinni og... Já, og þetta var líka bara, þetta var fín hæða boltanum þess að það var erfitt að taka við þessu. Þetta er svona erfið millihæð í móttöku, hvort það var að taka þetta í hérna bakgerðnum eða taka hann í fingurslæðinu. Já, flottur bolti. Jæja, redda þessu. Já, ítum okkur þetta í... Já, sáðu þennan bolta. Amelia þurfti rétt að krafsa í hann og fara ekki netið og Gíja svo bara ekkert mál, ítir frá beint niður. Þetta var hérna aðeins svo framalega bolti frá Valdísi, en þetta reddaðist flott. Þú vilt meina að þetta var ekki beint aðengarsvæðinu? Sko, jú, þetta var alveg hugmyndin að gera þetta, það var merkilegt hvað það tókst. Það var mjög flott. Já, þetta er flottur kafli, það var hvað 17-14 fyrir Álftanesi rétt á, núna leiði Káa 20-18. 6-1 kafli og annað leikli hjá Álftanesi. Sjáum að stigaskorið er búið að dreifast ansi mikið. Já, Amelia áfram í uppgjöfinni. Hún var tilnefnd til Böggubyggarsins fyrir hönd Blædildar fyrir árið 2001 sem var gert upp í flott uppgjör. Afmælshátíð Káa á dögunum. Þessi boll af netinu, já, fór aldrei í spurning. Nei, ég held að það við neðan við strenginn. Það er oft talað það að boltinn fer í strenginn, þá snertir hann alltaf blokkina, en ef hann er neðan við strenginn þá er það ekki hægt. Já, þetta var aldrei spurning. Og nú er stelpurnar komnar í bara virkilega fína stöðu. Já, góð móttaka. Kemur Auður, blokkuð, vel gert, kom boltan yfir. Amelia tilbaka á Neru, Nera þrumar þessu. Þetta var flott. Og Heiðbrá, er ekki alveg að ressa hana. Boltinn í leik. Amelia fasta bolta aftur og Gíja, þetta virkaði á hann. Nei, hörðu. Þessi detti svo í gólfið. Káa er búið að þjarma gesturum en svo endaði Álftanesingar með að taka þetta. Flotta varnir. Við lentum í sem vandræðum í þessari stöðu áðan. Flott móttaka. Fastu bolti, frábær vörn á Auði. Það skilja boltanum yfir. Hún er aftur, hún er að lauma.
Ég sá hvað, Já. ég sá að Gunni var að halda í flautuna að dæma ekki mók. Ég hefði dæmt mók. Já. En hann alltaf snýr öfugt, þannig að hann sér það ekki alveg. Nei. Ég held að hann var alltaf jafn mikið á tilfinningunum að þetta væri mók. Þetta endaði í flottu stíi Já. þetta hjá Heiðbrá. Boltinn er út af. Já, vel slegið hérna í blokkina. Já. María kom með 4 stig og þetta er mikilvægt. 22-20 fyrir Káa. Álftanes er ennþá vel inn í þessu. Heldur betur. Það þurfa að ná að tengja nokkuð stig eða ætla að ná að stela þessu eða fá uppbækkanuna. Flott móttaka. Góð innkoma hérna á Neru. Já. Óöfn bara skor ekki. Flotti. Já. Föst smöss. Bara flottar varnir. Já, það er bara heldur betur. Staðan 22-21. Æja, Amelia setur hann upp á Thea. Já, rættar þessu. Æja, sér hann dauða svæðið í miðjunni og skilar þessu 4. stíð á Theu. Já. Og þessi bolti upp í neti í loftinu hjá okkur. Það var næstu í flott vörn. Þessi bolti hefði aldrei farið upp í lofti, þannig að bara við myndum sleppa þessum netum í loftinu, þá hefði þetta verið í góðu lagi. Já. Já, Amelia upp á Thea, setur hann út. Og staðan er orðin jöfn 23-23. Þetta var ólíkt Thea að hitta ekki boltan. Já. Þetta var... Já, vantar stíið upp á töfluna þá. Við bíðum eftir því. Stund að slá hérna Ragnheiði eitthvað út á laginu. Hann var fötið komið. Já. Stund upp á Neru og núna kemur stíið hennar. Fór þetta í gólfið. Hún var bara að hóta þessu. Já, hann var aftur skipting hjá okkur. Jóna inn fyrir Amelíu og Pála inn fyrir Neru. Og Jóna beint í uppgjafar stöðu. Duga að drepast fyrir gestina núna. Flott vörn og blokk. Aftur kemur hún. Haldís upp á Thea Hávartinni. Já. Og kláraði þetta. Þetta var vel Ekki eitthvað laum þarna. Nei. Bara fastur bolti, skrúfast á Hávartinni. Það var ekki séns fyrir afturlínuna að eiga við þetta. Það var ágætt sendir. Það var skemmtilega hvernig hrinna þróa. Það var svolítið á uppgjafa mistökum í byrjun hrinnar en svo hætti bara bæði lið að gera mistöku uppgjöf. Já, og gæðin jukust mikið þegar leið á. Sammála því. Var meira spil þegar leið á hrinna. Þetta, já, mikilvægt að klára þessa fyrstu hrinnu því að eins og þetta var... Það var svona þungt á þessu. Já. Það er eiginlega bara þannig. Sama tíma var alltaf svolítið svekkjandi fyrir gestina. Það voru nú svona lengi vel í... Voru í færi. Já, voru í færi og leiddu hérna lengi vel. Gegn jafn öflugu lið á Káa, þá er ansi svekkjandi að ná ekki að klára þannig stöður. En þetta þekki það bara styrkurinn í Káa-liðinu er gríðarlegur. Kíkjum hérna á stigaskorununa í þessari fyrstu hrinnu. Já, Thea Andrić með 5 stig, Heiðbrá með 4, Nera og Pála og Gíja alltaf með 2 og svo var Jóna með fyrsta stigið sem var ásinn okkar góði. Kíkjum svo á gestina, þar er María Eugenia með 5,
Missile Training 3, Auðurlíf með 2 og svo Ragnheiður og Heiðrún báða með 1 stig. Kíkjum svo bara á tölfræðina í fyrstu hrinu. 25-23 sigur K.A. 11 smarstig og K.A. 10, þannig að þetta ansi jafnt. 1 ás og hann var K.A. megin, 3 laumur á K.A. gegn 2, 1 blockstig hjá K.A. liðinu gegn engu og sjá að K.A. liði gerir 11 mistök sem gefa gesturum stig. Álftanes 8 og já, 7 uppgjafir sem klikkuð. Þannig að eins og þú veist að segja, þetta byrjaði svona smá hika á þessu. Já, en með mistökum, en alltaf koma. Já, en mér finnst mjög gaman að sjá Nero koma að inn í leikinn. Já. Hann var ákveðinn í sókninni og það ekki slæmt að ég svona leikmann á bekknum. Nei, einmitt. Ég eins og það verður virkilega gaman að sjá áfram baráttu K.A. og afturhendingar deildarmeistaratitilinn. Þessi 2 lið búin að stinga svolítið af, þannig að það sé svona erfitt fyrir önnur lið að koma inn í þetta núna. Já, ég held að það sé svona orðið fullseint. En mjög mikilvægt þá að við náum að sækja 3 stig hér í dag, eða kvöld. Sjáum hérna einmitt hvernig þessi fyrsta hrina þróaðist. K.A. liðið byrjaði betur, leiti með svona 2-3 stigum. Hann til að kom hérna 6 stigas kafli hjá Álftanesi og þær leitu hérna miðbik hrinunar og voru svo hérna 28 yfir fyrir lokasprettin, en það var K.A. sem var 28 yfir fyrir lokasprettin og vinnur þetta svo með minnsta mun. Ja, þá var önnur hrina að fara á stað. Já, það er bara gaman að fylgjast með Álftanesliðinu á þessu tímabili. Það er svona vöxtur. Já. Það er alltaf að vera betur og betur með hverju leiknum. Já, það er alltaf verið bara eins og segil, bara í hörku baráttum að komast í úrslitakeppnina. Ég er ekki hissa á því að það myndi enda þar. Já. Já, hafið hérna Jóna upp á Pálu afturlínunni, flottur bolti, missir hann yfir. Já, og út. Hún mætt þarna til að spila honum, hefði getað að spila honum tilbaka. Já, hann voru rétt. Hvað hætti við það? Já, ég fannst til að hálf skrít þegar hann skildi ekki reyna fyrst hann var mætt, sko. Já. Jóna er mennsk, hún getur sett að neti líka. Já. Þetta er Pálu aftur og Pála blokkuð, en boltinn enn í leik. Aftur kemur hún þá. Það var. Þá finnur hún bara aðra leiðir. Já. Þetta var líka bara fínt. Slá aðeins í blokkina, kirka hann upp og reyna aftur. Já. Þetta er... Maður tekur eftir því sko, sumir leikmenn eiga erfitt með að þeir fá boltan beint aftur að hafa blokkaðir. Það er oft erfitt með að gera eitthvað annað en að negla boltan aftur. En Pála klók. Já. Auður blokkuð, en blokkuð út, þannig að hún fær stigið. Vel slegið á hann í blokkina. Já. Gott ef þetta ekki einmitt annað stigið þannig af þessum 3 sem er í blokkina út. Já. Já. Kemur Tegur afturlínunni og finnur aftur döðasvæði. Skrúar hann á miðuna. Það eru kannski að halda 2 metra reglunni þarna í miðunni. Það vantaði ekki sannlega að einhver væri. Það er strangar á 2 metra reglunni. Ja, Lóvísson uppgjöf. Fín uppgjöf. Á hrattur svo miðuna. Flott vörn. Ja, hvað endar þetta? Ói, þessi leikur í gólfi hjá Auði.
Það var bara að hoppa aðeins og snemma, voru á leiðinni niður. Það var bara... Þetta er kannski erfitt að lesa í þennan bolta. Já. Svo sem var aldrei að fara að geta slegið hann, þannig að... Já. Það var að bíða aðeins. Flott móttaka. Já, vel geta Heiðbrá að vera klára þarna. Þessi bolti var auði af háutuna út. Hún er að leika við Kurtsi fingur hérna. Já. Komum með 5 stig. Það er skipting. Og já, Meira komin inn á. Fyrir Pálu. Já, það var undan neðra að haldi bara áfram sem frá var horfið. Það sér úti. Já. Já, við vorum eiginlega alveg vissur um það. Já, ég er svona það gaman að sko töktunum í Valdísi þegar hún veit að boltinn er úti. En hún kemur svona alltaf þannig hún sé klári að skutla sér á hann ef að skildi eitthvað klikka í tellingunni á henni. Þetta var upp á 10, 4-4. Já. Flottur Ásjón eru. Það skrúaðist einhvern veginn niður þarna. Skemmtilega. Já. Er þið ekki að segja rétt frá? Er þetta ekki nýtt ásafagn á stelpunum? Ég vilt var alltaf að setja rassinn inn. Þetta er eitthvað nýtt. Já. Mikla öðvana. Mati margra var komið tími á nýtt. Já. Það er gott að það er búið að nýta pásuna vel. Alltinn upp á Heiðbrá og neklir í sig. Slegið, flott. Já, þannig er Valdís. Sittur hann tilbaka. Já. Heiðbrá. Þessi var úti en nú tekur hann hana. Og frí. Hún búin að lesa þetta með sér hérna. Skemmtilegt rally hérna. Kemur tegur aftur línunni. Já, enn verjast þær. Já. Flott. Það er... Kemur, já, eru þessi boltir ennþá í leik? Hvað er að gerast hérna? Aftur Gíja. Þetta hefur verið svakalt að hefur bjargað þessu. En hetjuleg barátta þetta báðum liðum. Flotta varnir. Heldur betur. Þetta var virkilega flott og mikilvægt að ná þessu stígi. Andlega sterkt að fá þessu stíg þegar boltinn bara hættir ekki að vera í leik. Þetta er áfram flottar uppgjafin þeirra. Hárbolti. Já. Þetta er erfiðar að slá svona háa langa bolta. Já. Þessi bolti út frá Auði. Og Káalið kom með 4 stig í röðruna, flottu kafli. En Álftanes vantar svona herslumunum að fái stígin hérna. Það bara skilur hún yfir. Já. Þetta er kannski smá aga hérna að gera bara spil úr sig á gestunum. En fá stígið. Smá miskilningur hérna, pikk upp hennar bolta. Já. Fín blokk. Já, Auður núna orðið stigast hjá gestunum. Hún er búin að eiga virkilega góða byrjun hérna í seinni hrinunni. Hvað, hún er búin að 4 stig af þessu 5. Nei, jinxaður það fyrir hana. Já, það þarf að hrósinni meira. Það er það sem virkar. Ég trúa því, það er engir árundur. Leikmenn heyri allt sem við segjum. Við höfum eitthvað þetta að segja. Já, eða bara flottu bolti, slefar í netið þarna. Kemur Thea. Já, einhvern veginn ferðast í gólfinu. Ég held að það væri með þetta. Þetta er merkilegt, því lausar sem boltarnir eru, því meiri líkur við skorum. Först smöss, það er verið það allt saman. Já, þetta er eiginlega, fyrir að segja það er mikið til því. Það er spurning bara að vera lús. Já. Hún er ekki lengur í okkar liði því mér. Þarna erfitt framspil, rettu þessu. Þessi bolti inni. Dæmdur inni, já. Tæpu var allavega. Ég held að þetta sé rétt. Já. Það er nagað í línuna. Það er nóg að lendi aðeins á línunni. Já. Vissulega. Þá tekur Egill 10-5. Það er ekki alveg að lýsa svona leiknum eins og stigaskorið er svolítið fallega káa með, en
Það er ekki að, það er búið að hafa fyrir hverju einasta stíði. Já, væga sagt. Og já, kemur ekkert óvart að komið svo Karpið tilbaka sem Álftanes ná að brúa bilið. Svo með hvernig það er að spilast. En já, hvað séu, þið í kallaliðinu, þið fyrsta leik núna 9 ári eftir viku. Já, á laugardaginn. Á laugardaginn fyrir ekki? Já, bikarleikur. Gleymast þessi bikar. Já, þetta skella honum hann inn í milli. Já, það er aðeins svo mikið einbýðis að segja deild. Já. En já, það er gaman að... Bikarleikur á laugardaginn. Það er bara úrslitaleikur að komast í úrslitahelgina sem allir Blakar vilja vera. Já. Það er bara á löngu, já, ha. Ég held að þessu hefur inni. Hann var bara tölvöld inni. Já, ég held að Birkir kannski ekki séð þetta á hliðalínuna því að það stóðu... Hann bara, já, hann var ekki eins og á endalínunni. ég var alveg viss um það. Þannig ef að hitt var mistök, þá var borga fyrir það. Já. Það vel geta Neru. Og þegar svona klári hávörðinni. Og svo kemur klikkarna hjá Marju. Heyrðu, já, þetta rættaðist. Já. 5 stiga munur. Þetta var hérna, ég er alveg pottitur að boltinn var inni vegna þess að Michelle og allir bara held, þú sáu boltan inni. Já. Það fagnaði enginn, sko. Nefnum þeir sem horfðu á innivörðin. Kannski komið tími á fá sig gleru á hliðalinni að Birkir. Kemur Nera aftilminni, setur hann á hávörðinni. Vel slegið. Já, frábær bolti. Já. Auður er eins og segi, hún er eiga virkilega flotta sérstala hérna í annar rinnu. Þarna var enginn. Já. Ha, bara. En gaman eins og segi, sko Nera, við stundum alltaf koma með krefindi bolta yfir. Það er sama í svona hversu erfiðri stöðum er, gerir lítið af mistökum. Já. Þetta er vel gert. Hún leikur sér að skoða þetta, hún Auður. Já, þetta er að verja. Já. Það er bara þannig. Þetta er á svo löngu færi að hafa allir tíma til þess að taka þennan bolta. Já, 2 stig í röð hérna og já, Auður með 6 stiga sem 8 sem alltaf eins er búið að gera í þessari hrinnu. Já, þetta er Hávörð með hausnum. Já, vel slegið. Já, Nera. Hún er í banastuði. Ja, það er bara þannig. Hún er á eldi, sem komið til að segja. Enda alltaf hiti í rættinu hennar. Það komur ringinn. Já. Já, þín ekki flott móttaka. Og reyna að lauma. Vel lauma þarna. Fór eiginlega ekki eins og yfir blokkinu, þetta er fram hjá henni. Þannig að það var ennþá læri blokkin. Nei, hérna lauman, sko. Já. Og Jóna var kannski líka full lengi að staða úr uppgjöfinni, en hún var alltaf að fara langt að ná þessum. Þetta var góð lauma þarna, ekki á góð uppgjöf. Nei. Þetta er rosa þægilegt ef við fáum að bolta strax aftur. Og alltaf samtíð var mjög svekkjandi fyrir Álftanes að hún er aldrei að koma þér meira inn í leikinn. Þú skórar ekki samfellstig og fer ekki uppgjöfna færgjöfin. Það er bara þannig. Það er heldur betur að krifja leikinn hérna. Já, þetta er mjög flókin starffræði. Flott móttaka. Já. Nei, ég held nefnilega, já. Já, fór það í Lóisu fyrst, þannig að það var... Já, hann fór bara í gólfið. Já. En aftur 3 stiga munur. Nú er spurning hvort að Dýrleif Hanna náði boltan yfir. Já. Kemur Nera. Við heldum bara áfram að raða boltan á Neru. Já, þetta er ekki spurning, allir boltar á Neru. Já. Nú sérum að skora núna. Já, sjáum hérna 3 smasti hjá henni, 1 ás og 1 lauma.
Ágætt smátaka. Á, þetta var eitthvað skrítið. Já, hún var ekki alveg, hún átti ekki að fá boltan en... Nei, en það var eins og var ekki bara hálf pirru hvernig þessi bolti endaði, hún svona... Það er þetta skiptingi á K.A. Þeir bara frúta fyrir Hrafnhildi. Já. Hrafnhildur Ásta. Fyrsta sinn inn á í þessum leik. Spurning hvort Matti var að reyna að hækka blokkina eða eitthvað. Nei, ég held að hann væri að fara að slefa yfir. Hann hefur verið mjög erfiður en hefur dótt yfir. Já. En Lóvísa búin að hafa flottari uppgjafir í leiknum. Já, sammála því. Sjáum hérna 7 uppgjafir klikkað hjá gestunum, 6 hjá K.A. Það er jafnt að fleiri tölvöldinu bara stigatölvöldinu. Bara boltan á niru. Já. Það þarf ekki að flækja það sem við einfalt. Heldur betur, heldur betur. Sex stig hjá henni. Gaman að sjá hana svona kraftur í dag. Heldur betur. Frábær ávörð. Já. Alveg með þetta. Heldur betur. Og ef ég maður rétt, þá er nú Gíja hérna með flesta blokkir í deildinni. Já, ég held hún sé ekstar það vilja á. Fyrsta eða öðru. Við tókum þetta saman eftir jólin. Já, miskilningur. Aftur ás frá Neru. Það er bara í ham í dag. Já. Já, hún er með flest blokkstíðin og flest blokkustíð í hrinu. Hrafnhildur, hún getur að rætta þessu. Kemur Auður, stórhættuleg. Við verjum þetta núna og aftur Hrafnhildur, lemur hún, flott vörð. Skilur hún yfir. Og halda þessu í leik. Nú verður hún niður. Nei, Gíja og það. Ég ætti bara að fara að leiða stói og alltaf að setja hann niður, klára þetta. Nei. Jóna farin að sjá það að Gíja er líka komin í ham. Það er bara þannig. Gíja er búin að skila bara held í öllum boltanum sem hún fengið. Já. Þetta komum hvað? Það var að skila þeim yfir. Já. Og við erum skyndilega bara búin að stinga svolítið af þetta 1911 og... Já, og það er samt ekki eins og ég segi, þetta er ekkert svona einhver... Þetta er ekki einstefna, þannig finnst það ekki. Alls ekki. En þetta er svona aftur fallega aðeins með okkur. Já. En við þurfum bara að halda áfram að því eins og ég segi, það vantar svo lítið upp á hjá gestunum að það getur fljótar að svara fyrir sig. Það má ekkert slaka á, ekki neitt. Það er bara, það kemur í bakki á Malmöleið. Já. Sjáum hérna Thea og Auður stigastar í hvoru lið fyrir sig, báðum með 8 stig og svo er Nera Mateljan, það er farið að heldur betur að telja hennar kafli hérna. Já. Komið 7 stig. Ekki náða sókn úr þessu. Kemur Hrafnhildur. Já. Flott, slær bara þetta djúpt á völlin. Já, hún var bara að hóta stíginu og fara það hérna. Já. Og þá er skipting hjá gestunum. Mér finnst gaman að sjá hvað þessar skiptingar núna er að bara koma sterkir leikmenn inn á. Já. Ég er sammála, mér finnst Matteo, hann er farin að rúlla liðinu miklu meira og alltaf fyrir vikið, alltaf eru stelpurnar meira klárar í slaginn þegar kemur að þeir fá í sensinn. Já. Það er bara jákvætt. Alltaf upp á, já, kemur hún yfir. Hún heyrði það sem sagði að hún kom alltaf yfir, hann var ekkert að breyta því. Missa boltar hérna yfir, núna er sensinn, kemur hratt á Gíu og hún skorar. Já. Það vissu allir að boltinn var að fara á Gíu og hún skoraði samt. Já. Já, Gíja kom með 6 stig. Munurinn 10 stig á liðinum hérna í annar hreinu. Þið fara að líta ansi vel út. Já, vel gert hjá Valdís hérna í örninni. Kemur svo Nera á afturlínunni en stígar á línuna. Aha!
Já, það var bara örlítið. Ég segi vel gert dómar að sjá þetta. Það var ekki neinu á, hann flautaði strax. Já, þetta var hárrétt eða mjög lítið. Já, jú. Hún steig hérna aðeins á línuna. Þú ert með svona vídeodómgæslu. Sjá þetta eftir á. Já. Hei, þessi átti að vera brattur. Já. Það var fullbrattur. Það borgar sér stundum að vera með KT í gangi hérna líka og sér maður ef það eitthvað klikkað á okkur. Já. Eins og við myndum upp á útsendingar. Já, það gekk fyrir eitthvað rólega leikur í þá. Ok, Thea bergar þessu. Höldum þessi leik. Núna sénsinn hjá þeim. Hrattur sem miðuna vel geti á Gíu, tímasettið það mjög vel. Nera að passa sig. Heyrðu, og hann er úti. Já, við sáum þetta ekki vel í það, hvað var að gera. Ég var bara akkur enginn að taka. Ég hefði mjög gaman að því hvað Nera, hún horfði niður, fór að stað og rétt á hún hoppa, horfði hún aftur niður. Hún ætlaði ekki að stíga á línuna aftur. En það er 3 stigum frá því að klára þessa aðra hreinu og þar með komast í 2-0. Hvað, Nera komin í 8 stig? Já. Michelle komin hann í á uppspili því að tók eftir því áðan. Já, Valdís klárar þarna undir, kemur Thea aftur og kemur hún yfir hálutan núna, en fín vörn þarna í afturlínunni. Jóna upp á Neru og Nera flottur bolti. Og svo kemur... Þetta er þolinmæðina þarna. Já, en skýraleg reddina í Gíu hérna sko. Já. Það er langþægilegt að skora þetta stig bara. Já. En Heiðrún sá við henni og ætti eitthvað annað blokkstig gestana, 2-2 blokkstigum. Já, heyrðu, frá... Nei, þetta fór niður. Ok, ég ætlaði að segja það. Já. Jæja, á var Jón að koma með sína laumu. Þetta var bara í gólfinu. Já. Ég sáum þetta held ég ágætlega hérna, sko. Já. Komast það hverju fyrirliði, það er engin fyrirliði. Já. Já. Þetta er skemmtilegt í bakinu að allt í þurfa alltaf að vera fyrirlið inn á. Já. Ég er nýlega búinn átt með þessu. Það er alltaf að læra hérna. Já, það er sennilega bara, já, það er fyrirliðin alltaf eini sem á að tala við dómara. Já. Þannig að það þarf að vera einhver sem að hægt er að kalla til dómara. Það var eitthvað áfall þegar ég fatt að þetta sem lípur á má ég ekki vera fyrirlið. Jú, ég held að það sé búið að breyta því eitthvað. Nú? Já. Ég skildist það af því að lípur á er ekki alltaf inn á. Nei, en miðja er heldur ekki alltaf inn á. Nei, að vísu. Þetta er nefnilega því sérstætt. Hún er meira út af heldur en líberóinn. Já. Þannig að þetta stóð engin rök. Nei, þá hefur það verið logið að mér á Íslandsmóti um daginn. Ég er tíkvort sem... Bandið tekið að mér. Já. Þessi bolti var við að fara yfir en gerist ekki. Ég er nefnilega fór yfir þessi rök einhvern tímann, þetta bara stæðist ekki rök. Já. Þú fórst yfir þessi rök, þetta stæðist ekki rök. Já, akkur í ósköpunum þetta var ekki leiðilegt. Já. En þetta var mjög leiðilegt. Já, sorgleitt að taka þig fyrir liða, titilinn. Jóna koni ekki upp. Við erum einu stíð frá að komast í 2-0, kemur það hér. Flott. Reddi ekki allavega. Já. Þessi bolti út. Þessi er inni. Já. Nei, inni. Það var inni, já. Það var inni. Já. Þessi leiðir. Já, Michelle. Þessi 5. stig. Það eru ennþá í break og heldur betur ásetna. Valdís fljóta viðkenna mistökin eftir hún sjálfsæð hjá henni. Lóis tók ekki þetta, rétt straukst yfir haustur henni.
Hörku bolti en þau bara tekur hann svo suðu og já, Lovísa klárar þetta. Fær hann nett klapp á hausinn, þetta var velgert hjá henni. Hérna fyrsta stig í leiknum. Já. Hún klárar þessa aðra hreinu 25-17. Já. Það getur sem látið býða eftir sér þetta stig sem alltaf til að klára. Já, það oft voðalega strempið. En já, þetta var svona... Stigatalinn hrinnu ekki að segja neina sögur hrinnuna. Það bara þannig. Og það svona spurninga hvernig gestirnir koma til leiks eftir þetta. Það hefur örugglega verið svona erfitt þegar þeir voru að spila fínt lag. Já. En það bara fengu lítið sem ekkert út úr þessu. Nei, það rosalega erfitt. Já, hérna sjáum við stigaskorið á Káa-liðinu. Nera Mateljan og Thea Andrić báðum með 8 stig. Gíja Guðnadóttir með 6, Pála og Heiðbrá báðum með 4, Jóna 2, Hrafnhildur Ásta og Lovísa Rut báðum með 1 stig. Já, Pála... Nera bara með þessi stig eftir náttúrulega þessar hrinnu? Já, ég heldur hún að vera með 1 ás í fyrstu hrinnu. Já, ég segi það. Þetta langmest bara allt í þessari hrinnu. Já. Þannig að hún afgerandi í þessari hrinnu. Já, og sama með Auði, hún með 2 stig fyrir þetta. Hún skoraði 6 af 8 stigunum hjá Álftanesi, síðan dró aðeins af henni greinilega. En hún með 8 stig, María sem fór á hamförum í fyrstu hrinnu með 6 stig, Michelle Treni 5, Heiðrún 2, svo að Dýrleif Hanna og Ragnheiður báða með 1 stig. En eins og ég segi það svona spurning hvernig gestirnir koma til leiks núna, því að reyndar vill að snuðu hjálpa manni að koma sterkar tilbaka þegar það var stórt, en á sama tíma það var þetta skrýtir hrinna. Já. En það líka spurning hvernig það oft líka, ef maður vinnur stórt þá þarf að koma og þú ert að skora, því að þetta skoraðist ekki að sjálfur sér í þessari hrinnu. Nei, heldur betur ekki. Það fyrir því. Heldur betur. Þannig að... Já, sjáum hérna, munurinn liggur hérna, Káa skorar 11 smasti í þessari annar hrinnu gegn 5, 2 Ásar gegn 1, 4 Laumur gegn 3, Káa vísu með 1 blokk gegn 2. En já, næsta fórist að 10 stig. Nú sýnist mér að breytinga á Káa-liðinu, Pála kemur inn fyrir Theu. Já. Já, Thea var að skora mikið í fyrstu hrinnu, síðan fór minna fyrir henni í þessari annar hrinnu. Já, nú tímið Pálu kominn að skora. Já. Búin að fá að Pála mikið í hlutunum. Það er þá klárið þetta. En sé, hún og Thea eru báðar í hörkuslag vera stigastir í deildinni. Þannig að Pála þarf að gefa aðeins í ef þú ætti að halda það fram í þeim slag. Já. Já, það er léttleikandi yfir Káa-liðinu saman í hóndunum. Já. Aðeins svona þungu fargjaði létt sennilega. Já. En já, stelpurnar komnar í 2-0 og geta klárað þetta hérna í 3. hrinnu. Það alltaf væri auðvitað óskandi. En við sjáum til hvernig þetta spilast hérna. Já, Valdís komin inn og allt orðið klárt. Káa byrjar uppgjöf. Jæja, það er kunnulegt Jóna sem byrjar þetta. Já, fín móttaka. Þessi verður úti. Já, vissum það. Já, fín þarna. Og svo kemur Heiðbrá með hennar bolta. Það er full mikið pláss þarna á milli framlínu og afturlínu. Já, og vantar svona aðeins hreyfinguna líka fram í vörninni. Já. Þegar boltinn er stuttur. Það er auðvelt að sitja kjör og biðja eftir fastaslaginu. Já. Mér finnst að vera sérstaklega í stöðu 1 og 5 vera full aftarlega. Það er eiginlega bara hérna. Rétt úti.
Já, 1-1. Marja með bolta, Pála tekur vel við, Jóna upp á Neru og Nera, hún hættir ekkert. Nei. Það held auður að boltin verið úti, lett að fara. En Nera gerir bara eins og segir, hún gerir lítið af mistökum og bara slæðir fast og það er flott. Kemur Káa hérna í 2-1. Það er bara á flottu bolti og þær eru smá vandræði með þetta. Og meira en bara smá að koma hann ekki svona yfir. Nei, ég held að strandbakslægið ætla að skila boltanum yfir hana. Smá skrúa, en tökur það ekki til. Það er ekki bara að taka gogginn. Já. Það eru öryggara. Tvö stig í röð, Heiðbrá áfram í uppgjöfinni. Já, fín uppgjöf. Jóna setur hann á Pálu, Pála fastu bolti. Já. Pála fann að lemja boltan, þetta er gott. Sem það sóknarlínan hjá Káa er náttúrulega bara virkilega skemmtileg. Alltaf með Tefur, með Nerur, með Pálu og svo erum við með á miðjunni, alltaf Gíja frábær og Lóvísa minnst hún að stígi mikið upp í vetur. Gríðarlega. Og saman alltaf með Heiðbrá líka, hún er alltaf að sína meira og meira. Það voru bara rosalega skemmtileg breidd í þessu liði. Pála hefur haft gott að því að sitta á bekknum meira hreinu. Það er alveg. Hvort að hún sé samanlagi, það er annar mál. Vill alltaf spila eðlilega, mikil kettismanneskja. Og þessi bolti í neti frá Auði. Og 5 stig í rauða Káa núna og já, ég er eiginlega sammála þessu hjá Álftnesingum að taka smá fund og aðeins að róa sig. Nei, það er ekki núna. Og stuttu fundur. Já, enda spurning hversu lengi þú getur fundað þarna inn á vellinum. Þetta eru fínar uppgjafir þarna aftarlega á völlin. Þetta er Já, skulum bara skráða þessum ás. Það? 3 snertingar? Nei, það voru 2. Já, bara 2. Já, þú tekur það sem ás. Við erum svo gefmildir að gáða því. Já, ok. Það er reglurnar hér. Sæll að gefa en þykja, eins og við segjum alltaf. Við erum lítið að þykja ás annars, sko. Já. Flott blokk, þarna. Pála. Já, Pála Del Olmo Gómez. 3 stig komin hjá henni hérna í... Og nú er langur fundur. Það er leiklega. Spurning hvað Egill segir. Það er svona komin aðeins betri taktur í Káa-liði núna. Já, og ég held líka svona spil líka aðeins inn í að núna er kannski svona, þetta er erfitt þegar þú ert að spila fínt lag eins og allt annars sem þú var að gera. Já, og fá ekki, nei, það er líka niðurdrepandi. Það er bara svolítið þannig. Maður sér það aðeins í andliti leikmanna, nú er það komið svona smá uppgjöf. Já. Þó að uppgjöfin sé hjá Káa. Það er gott að leiða þessum. Já, við má ekki klikka að lægja. Líklega þreytasti blagbrandari allra tíma að tala uppgjöf. Nú spurning að gaman að sjá hvort að Matti og nær að nota allan bekkinn sinn. Já. Þannig að eitthvað aðeins eftir. Já. Það er nú líklegt að hann gerir breytingar eftir smá ef þetta heldur áfram svona 7 stig í röð hjá Káa. Fínn bolti frá Heiðbrá en taka vel við. Þetta vantar smá talanda en allt í góðu, sleppur. Já. En hérna lúrir Auður. Já. Og ítir sér gólfið. En Nera er nú háa, hún hefði getið bara stíðið upp á nettin og sett hendurnar upp. Já. Hún þarf ekki að hoppa yfir nettið, sko. Ég heldur að það er hættið að fara sjálf í netið. Já, það geti. Það er vel getið Auði. Lassina bolta vel. Fín uppgjöf. Ói, já. Það er nú verið magnað að það hefði bjargað þessu, en þetta var flottur bolti. Dýrleif Hanna.
ekki rétt hjá mér að Dýrleif spilaði með Káa hérna á árum áður? Ég held það. Já. Og var alltaf þetta örugglega í menntaskólanum á Akureyri. Já. En hvað það? Pála allavega skorar. Úrslæðir, Mitchell út. Og stoppar það tveggja stiga kafla hjá gestunum. Lóvísa Víkjöf. Kemur Lóvísa bíbolti. Flottur þarna alveg. Auður blokkur. Já. Þetta er vel gert. Er þetta Gía? Já, ég held að það hefði verið Gía. Sýnist það? Já. Hún brosir meira. Já. Það er gaman að því að það stúast hvort brosir meira. Það er alltaf spurning hver fagnar meira, sko. Já, vissu. Já. Þetta ástæðan hverju sem gerir svona oft í blækinu að bæðilið fagnar getur mikið. Þú bara, ég held að þetta lið hafi fagnar meira. Já, þetta var inni. Já, þessi uppgjöf í netið. Já. Núna þarf að koma með smá áhlaup. Frábær móttaka þarna hjá Valdísi og þær eru í vandræðum með þetta. Og þetta var stig á Gíu. Já. Nú komið 8 stig. Tók smá tíma að komast á blaðið en er núna búin að vera virkilega öflug. Það er líka búið að góð móttaka núna, þá er hægt að setja meira á miðuna. Já. Og þetta er ás. Já, þú sérð bara svona, það kominn svona smá... Já, það er svona... Randlaust. Já. Ég ætla ekki að segja uppgjöfu aftur. Nei, það er eins og segir, þetta er erfitt að spila svona hrinnu og fá stig. Já. Já, Valdís gerir þetta vel. Og Pála, já, þetta er verkað höfðum. Og úti. Jæja. Það er reyndi alltaf sitt besta þarna. Já. En 9 stiga munur og svona, já, þetta er að ganga ansi smurt að Káa núna. Það er alveg spurning hvort það er Matti og er kannski að hleypa fleiri inn á. Fer svona líða að því. Það er líka ágætt að fá aðeins að langt sinna hefur verið spilað. Já. Kemur niður á afturlínunni og Nei, og ég held að það er bara náðu þessu. Já, ég held það reyndar en frábælega gert þarna hjá henni Heiðrúnu. Kom svona snúningur allavega á boltan, þannig að ég sýndist þetta að vera frekar en að ég komið hendur undir hann. Já, þetta er ekki alveg búið. Nei, það er nóg eftir. Flott móttaka. Og þarna þekkjum við Gíu svara fyrir blokkin áðan. Já. Þetta er flott móttaka, þetta er góða rökkjar þarna auði og já. Þetta er flott að geta að spila þessu bara á miðuna. Já, þarna var Gía ákveðin enda sér hún fagnaði ekki að mikið hún brosti áðan. Hún ætlaði að svara fyrir að vera blokkuð. Ekki sérstilega gaman að vera blokkuð. Kemur nýra. Já, skilar þessu rautt. Kemur Pála á afturlínunni. Já, það er bara afturlínu lína núna. Það var bara Valdís eftir afturlínunni. Það væri furðulegt múf. Skora bara nýra. Vel gert hjá Neru, það kom erfiður bolti á hana. Já. Og bara skilar þessu yfir. Þetta er afturlínu bara einmitt. En það er svolítið þannig, eins og snúningun er núna, að kannski öflugustu sóknarmennir eru í afturlínu. Já. Já, þessi var löglegur. Nei, já, og halda þessi í leik og meira segja ágættir suðspil. Já, fín hávörð. Úti. Já.
Gæti verið að verið töss þarna, ég ekki viss en. Nei. Jæja, 11 stiga munur. Káaliði 9 stigum frá því að klára þetta. Þetta er að fara að líta ansi vel út. Já, þú ert fann að telja þannig, ekki munin. Þetta taldi bæði, sko. Nei, flott vörn hjá Neru. Þarna held ég að Pála ætti að taka hann, en já, ok, Valdís bara ítir henni frá. Já, nei! Ég var ekki viss hvað góður með í boltinn var. Ég sagði spáslega hvort að Gíja var með barni, en það var bara boltinn. Þetta var alveg flott vörn að það hjá Neru. Já, heldur betur. Ég held að allir verið svo hissa. Enda sér Pála, hún stóð bara gapandi, bara hvað var að gerast þetta. Já. Þetta er eitthvað nýtt hérna. Matti og með spjaldtölu og... Já. Pála kemur vel upp. Jóna á Heiðbrá, já. Skilar þessi bara yfir. Já. Slá hátt í blokkina. Já, ekkert að hika við að setja boltan á Heiðbrá. Hún komið 7 stig og búin að vera mjög örugg í sínum aðgerðum. Bara leysir þetta mjög vel, segi. Hún er að slá bara hátt í blokkina og vinnlíkur eru blokkuð og... Já. Það er líka svolítið magnað eftir henni. Það er bara lítið mistök með hvað leikurinn fór henni svona strembiðast af. Þetta var bara spurning hvort menn að skrúaðast við nettið. Já. En miðað við brosið á Gíu það heldur hún hefði skorað. Já, ég held að hún sé alveg sáttið sitt framlag í dag. Já, hún má vera það. Komið þér. Hún má algjörlega vera það. Það komið smá jafnvægi í drónuna, liðin að skiptast á að skora. Já. Kemur Auður. Og þessi var að leiðinu út. Fór kannski í hávörnina. Já, hún fór í hávörnina. Hún slæði flatt svona í toppina á hávörninni. Það er erfitt að eiga við þetta. Já, Hrafnhildurinn fyrir Heiðbrá. Sama skiptingu við sáum áðan. Svipuðum staðir hinni. Já, Ragnheiður fyrir gestina. Vel gert hjá Valdísi. Valdís líka búin að vera mjög flott í dag. Já, flott slag hérna. Djúpt á völlinn. Já. Já, Lovísa kom með 2 stig. Hún er alltaf að fá stærra og stærra hlutverk. Já, ég held að sé búin að fá 3 bolta og skora 2 stig. Já. Það er cirka þannig, þannig að það er bara fínt. Það er bara meira fínt, það er bara virkilega gert. Já. Aftur 10 stiga munur. Smá vandræðum hérna, móttökuna og það er gratísbolti á Lovísu. Já. Bolti skoppa þetta skemmtilega netinu og svo á döðasveið. Það er besta við að hann fer svona í netið, það er svo erfitt, það er allir lagstir í gólfið að ná í boltan og... Já. Kemur Jóna aftur. Ég ætlaði að fara að segja, ég held að það komið tíma á svona. Það var svona tölfræðins að okkur að það væri komið tíma á það. Já, báðir ásendin hjá henni í dag með þessum boltin hefur skrúfast á netinu. Það er alltaf vissa tækni í að kunna það að bolti fari réttu megin við þannig fyrir netið. Þetta er líka þannig ekki að þetta er svona rétt við netstrengin, þannig að... Vel gert bál. Ég bara ætla að spáði hvort að Nera ætla að fara að verja á boltan á hattu. Flott bara þetta henni. Já, sammála því. Hún er búin að vera mjög flott í dag eins og bara er allt káalið. Já, kemur Amelie inn á. Já, hún er mjög flott að innkomu í fyrstu rinnunni. Fara aftur sénsi núna. Já, að gera rótera liðinu. Hann er líka skiptingi á Valtanesi. Já. Og Valeria Drumea. Drumea? Já. Það vantar ekki reyminn, framburðurinn er alveg fór 10.
Já, eins og segi, ég veit að viðkynna það. Ég saknaði þess virkilega að Slađana Smiljanić sé ekki með okkur í dag. Já, þú ert eiginlega bestur í því. Það er mjög sterkast það að segja hennar nafn. Já. Enda búin að hafa nokkur ári í æfa þig. Já. Á því nafni. Heldur betur. Já, skiptur hún aftur út á eftir að hafa klikkað þessari uppgjöf. Bæði lið búin að klikka 9 uppgjöfum. Þar er eiginlega flest mistökin. Já. Hrafnhildur Ásta. Flottur bolti. Og það fór einhver rosalega netið þarna. Já, það var ákveð bara að fara að sleppa. Já, ég sá ekki hvað. Já, og þetta er tvíslag. Já, fínt. Tvíslag á Amelíu en... Fínt að reyna þetta. Þetta var alveg hárrétt ákvörðun að reyna að setja boltan þarna. Það er ekki spurning. En það er spurning hvort þeir hafa verið í sumum vandræðum. Eða við séð að fór ykkur netið en bara sá ekki fyrir það. Nei, ég held að það voru þarna... Það var eitthvað krafs við netið. Mér sýndist það að vera meira þegar einhver var að hlaupa burtu frá netinu. Já. Þá er kannski dómarinn farin að horfa annað. Ég var allan farin að horfa annað. Já. Jæja, 21-10. Dýrleif fyrir Álftanes. Valdís enn og aftur að taka vel á móti. Þetta eru því líka reglur hjá Neru. Já, þú sér þar heiðan. Já. Og hana. Já. Já. Flott vörn. Amelía aftur á Neru og... Æja, þær eru að flokka þetta vel. Ó, há kemur. Já. Hörkubolt frá Michelle. Með 7 stig. Það er unnur fyrir þessu stigi. Já, heldur betur. Þú verður nokkuð sinni núna að hérna Kávalið er að þjarma að þeim en það gefast ekki upp og enda svo að fá stigið. En gáttu kannski lítið gert í þessu. Pála. Já, það var svona flott slag frá Pálu. Já. Flott smass. Herðu, þarna... Þarna kemur settingin. Þessi bolti í netið því miður. Þarna sáum við unga leikmann koma inn á, Lilja. Já. Þetta er sennilega hennar fyrsta innkoma. Já, ég held að. En hún var bara að vera inn á. Já, það er gott. Það er gott. Þetta er akkurat tími til þess að fá aðeins að spila sig. Þetta er ás. Já. Við erum smá vandræði með þessar uppgjöðu frá Michelle-una. Já. Það er kannski, við erum búin að gera smá breytingar á okkur en þurfum að halda áfram. Þarna ágætt í smótaka. Og Pála. Já. Já, í háörnina og út. Já. Hún slæpar línuna. Já. Þetta er vel gert. Nú erum við 2 stigum frá því að klára þetta og sækja öll þessi 3 stig. Já, vonandi að við höfum bara samfærandi. Frábær háver Pála og hún er hálf brugðið yfir að hafa flokkað þetta. Hún á þetta skuldlaust. Já, komið með 12 stig þrátt fyrir að hvað heldur, hafði nokkuð komið inn á í annar reynu? Það var alltaf mjög lítið. Nei. Auður hittir ekki alltaf og þá var það búið. Já. Þetta var ekki takt í leikinu, hún klikkaði. Nei. Átti annars mjög flottan leik fyrir gestina en þetta er kannski lýsandi fyrir Álftanes í dag að það gekk bara því mér ekki alveg upp hjá þeim. Nei. En að mörguleiti virkilega flottan leikur. Já. En Káa vinnur þessa þriðjurinn 25-14.
og leikinn samtals 3-0. Kíkjum á stigaskorunina. Já, Pála Del Olmo með frábæra þriðju hreinu sem að gerir hann að stigasta leikmannunum í KLR, 12 stig. Hún kom tilbaka. Já. Nera með 11, Gíja 9, Thea Andrits 8, Heiðbrá 7, Jóna og Lóvísa Bá með 3 og Hrafnhildur Ásta með 1 stig. Hjá gestunum þar Auður Líf stigast með 10 stig, Michelle Treyni með 9, Marja með 6, Heiðrún Ómarsdóttir með 4, Dýrleif Hanna 2 og Ragnheiður Tryggðadóttir með 1 stig. Og svo kíkjum við hérna á stigaskorið í þriðju hreinu. KA vinnur 25-14. 14 smarstig á KA gegn 4 og eins og þetta svona... Já, var svolítið farinn allir brotur úr sóknarleiknum. Já, það fjaraði svolítið úr hjá þeim hérna. Vít sem er 3 ása en þeir voru allir undir restina hjá Michelle. Já. En annars já, frekar sannfærandi hjá KA hérna í þessari þriðju hreinu og jafnt 1-1 síðan kom að við minnir 8 stig í röð hjá stelpunum sem að gerðu út þetta. Já. Fínn leikur. Já, bara flott eins og segja, kannski eðlilega smá styrðar í byrjun en já. Svo bara finnum þessi flott inn í þetta. Sjáum hérna mitt, þannig að hvernig þessi þriðja reyna spilaðist. Eins og segja, var kannski erfitt fyrir gestina eftir að hafa verið í 2 flottum hreinnum að vera það 2 undir og reyna að halda áfram haus. En já, ég held að þau bara að fara að segja þetta gott í dag. Bara að það voru virkilega gaman að sjá Blackið eftir að fara að stað. Já, flott. Og já, þið eru að fara að spila útivöllið eða ekki helgina? Nei, heimavelli. Það er heimavelli, ég veit ekki neitt greinilega. Nei. Það verður bara beinni hér á KT. Það er bara þess. Það kom að reynd. Það er þráðbein útsending. Já, þráðbein útsending. Og þá heyrið þið meiri villis í mér, það er gott. Það er bara þess. Takk fyrir í kvöld. Já, takk hérlega fyrir árið. Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér Arnar Már og Stefán Jónsson sá útsendingu. Takk.